við komin í Eymundsson Austurstræti og ég verð að viðurkenna að ég mjög spenntur og ég spenntur að því ég að fara að hitta Ladda og ég held að engin manneskja hafi skemmt mér og bara Íslendingum jafn mikið ævina eins og Laddi. Laddi Sjötur einmitt í Hörpu núna á laugardaginn og þar fer hann að mestu leyti í tónlistina því að hann ætlaði að verða tónlistarmaður og við ætlum að byrja á að ræða Austurstræti. Í Austurstræti snara slétt og strauga skónum með brosófur og tyggigúmmí í munninum. Mér fannst þetta miklu skemmtilega þegar Austurstræti var hérna og Karnabæri var hérna. Ég var nú að vinna í Karnabæri, smá tíma, æðislega gaman. Músill og Valdi hérna beint á móti og allir bankarnir hérna, Landsbúnaðar útvegs og já, hvað hefur segja, verslunni hérna, einn fallegasta verslun sem var á Íslandi hérna, Egill Jakobsson og Sís, það var fyrsta svona magasinnið eiginlega sko, var ekki fyrsti rúllustíginn sem var þar sem kom upp, þetta var á nokkrum hæðum sko og sjálfopnandi gluggadyr sem margir löbbuðu á, maður eftir því, ég held að ég vel labbaði á hann eins og hún opnaðist ekki. Ég sá ekki að það var gler sko svona. Hann var ekki að nema þig, nemin? Nei, þeir nema mig ekki, ég ekki með nóg mikla nærveru svona, eða eitthvað, útgeislunin engin. Þannig að þá fannst mér Austurstræti ofboðslega skemmtilegt sko. Já, var það hreinu væntum þykja sem leiddi til þess að þú samdi lagum? Já, það má segja það, með fannst Austurstræti svona skemmtilegasta gatan í Reykjavík og hérna var eitthvað, maður fór niður í bæ, þá fór maður niður í Austurstræti. Labba hérna og fallega búðir og svona. Nú bara finnst mér ekkert verið að gerast en það bara allt hætt, pósthúsið eiginlega að mörgu leyti hætt, búið að minnka það og svona og allar búðir búið að breyta þeim í pubba og svona og nú þori ég ekki bara að henga niður sko, að kvöldi til. Það vantar fjölbreytnina, vantar hennan líf eða hvað? Já, mér finnst vantar þannig líf í Austurstræti, svona að fólk sé að versla og svona. Fjölskyldan, maður sér aldrei fjölskyldu hérna. Nei. Þetta eru bara túristar og pubbar og alltarar. Austurstræti, ís og læti, fólk á hlaupum í innkaupum, fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríkið þarf að ala. Var þetta öðruvísi lífið þá eins og það í dag, bara ef við tölum um bransann sem slíkan? Já, þetta er náttúrulega allt mjög breytt, sko. Allt í sambandi við músík, bara tónlist og áhorfendur, sem sagt, útgáfu á efni og svona. Þetta verður allt breytt, sko, því að þetta er bara, þú veist, komast bara, þetta er allt á netinu eða eitthvað svolítið sem maður einhvern veginn menn á mínum aldri eða við sem erum komin á þennan aldur við einhvern veginn föttum þetta ekki og finnst þetta skrítið að sé allt þarna. Ég vil fá gömlu bara plötuna sko, bara vínilinn. Mér langar að það komi aftur og maður bara finnir í bæ, í Karnabæ kaupa plötu og fara heim, setja vínina á plötu á fóninn sko, spila. En var þetta eitthvað val sem þú þurftir að taka hvort þú ættir að verða leikari eða tónlistarmaður? Nei, það var ég ætlaði aldrei að vera leikari, sko. Nei, ég ætlaði að vera tónlistarmaður. Það var alltaf? Já, það var alveg eiginlega klart, sko. Ég ætlaði þegar Bítlarnir voru komnir þarna og við vorum að herma eftir þeim í gamla daga, sko, þá var alveg pottþétt að maður ætlaði að vera tónlistarmaður. Já. Og upp á tónlistarferilsins, fáir sem vita, þú byrjar sem trommari, ekki? Jú. Hljómsveitinni Föxum. Já, það var mjög skemmtilegt sko. Áttu myndirni frá þér á trommum? Það er nú til eitthvað sko, en það er yfirleitt að vera myndir af hljómsveitum, þá sjást trommarnir aldrei, þeir eru alltaf aftast. Þannig að ég heimtaði nú einhvern tímann sko, að því ég var nú aðalsöngvarinn til að byrja með líka, að ég yrði fremstur á sviðinu. Og það var gert eitthvað 1 eða 2 skipti sko. En svo kom Halli bróðurinn sem söngvari, þá fæði ég mig aftur fyrir bara. Já, hann var með þér í hljómsveitinni? Já. Hvað ertu gamall þegar þú byrjar? Ég var 20.
Úr tvítið þú byrjar sem trommari Já. í Föxum. Í Föxum. Já. Voru þeir úr Hafnarfirði eða voru borginni? Nei, þeir voru úr borginni, ég þekkti þá ekki neitt, sko. Það er bara vinur minn, hann þekkti þá og hann ætlaði að vera í hljómsveitinni, ætlaði að vera trommuleikari og hann kom sér í Hafnarfirði til mín til að ná í mig til þess að fá mig til þess að vera gítarleikari í hljómsveitinni. Já. Og mætti segja kannski að Phil Collins hafi svolítið elt þig? Já, hann var að herma svolítið eftir mér, sko. Sitja á trommunum og syngja, það er svolítið töff, sko. Já. Það er erfitt, sko, það er ekki allra að sitja á tromma og syngja, það er svona, en allt í lagi, það er nei, ég átti að vera gítarleikari, sko, ég kunni ekkert á gítar, sko. Honum fannst það bara, vinnu mínum. Ég var nýbúinn að kaupa einhvern gamlan gítar og var að byrja eitthvað að læra og kunni 3 vinnukonu grip, sko. Honum fannst ég algjör snillingur, sko. Já. En svo gat hann ekkert verið í hljómsveitinni, hann mátti ekki, hann var að byrja að búa með einhverju konu. Þannig að ég rétti bara pend og spurði hvort ég mætti ekki pröfa. Fyrst ég gat ekkert á gítar og það gekk. Já. Þannig að þú varst trommari og gítarleikari í Föxum? Nei, bara trommuleikari og söngvari. Já, ég kunni ekkert á gítar. En þegar þú semur lögin, hérna á hvað semur þið? Þá sem ég á gítar. Þannig að þú ert búinn að læra gítar núna? Nei, ég er sjálfnámaður, eins og eitthvað sagði. Nei, en ég kann fleiri grip núna, heldur en þá. Og þú semur bara venjulega kassagítar? Já. Leikur gripinn og... Já, og svo bara fæ ég þá sem útsetja, Gunni Þórðar eitthvað, ég segi svo bæti við hinum gripunum sem vantar inn í, sem ég kann ekki. En veistu hvað þetta eru mörg lög, sem þú samið? Nei, ég ætlaði nú einhvern tímann að fá lista frá hérna FIH og hérna, þeir eru með þetta eða FTT, en ég held þetta sé eitthvað staðir í kringum 70-80 lög, sko. 70-80 lög og 70-80 textar? Nei, það er miklu fleiri textar, sko. Það er að því við sömdum svo mikið að textum með erlendur lögum við Halli. Svo var það bara þegar ég fór að gera sóló sem ég fór að semja lög bara. En þannig að það er ábyggilega milli 200 og 300 textar, sko. Það er svolítið, sko. Já, það var hérna daginn, en ég lenti á svo þröng. Það vættu að mér indjánar með ín og fór og söng. Ég flæði mér á jörðina og flatur ég lá. Ég hélt þér allir sveimi þá mér lifandi að flá. Þegar við höfum aftur tilbaka og hérna förum í Halla og Ladda, sem er að taka þetta erlendulega. Er þið með einhverja fyrirmyndir á þessum árum? Einhvern veginn heyrði maður að þið hefur verið svolítið að skoða Spike Jones og... Já, sko, þetta byrjaði svolítið með Spike Jones. Þannig, sko, grínið. Og Gísli Rúnar, vinnur okkar, hann kom með þetta Spike Jones frá Englandi, hafði keypt þessar plötur og þetta var svona grínmúsík sem þeir spiluðu og sunguðu. Þetta voru algjörir snillingar, sko. Flott spilað og minna það eru allar nema svona snillingar sem geta að spila svona vitleysismúsík, sko, með alls konar effektum og dótari. Og okkur fannst þetta alveg óstjórnlega fyndið, þannig að við fórum að svona fyrsta sem við gerðum að þá bjuggum við til svona mime. Þannig að við mæmum Spike Jones, sko. Söngin og effektana og allt saman, sko. Vorum við svona 5 mínútna kafla bara sem var það. Og það var svona byrjunin. Við ætluðum aldrei að fara út fyrir sjónvarpið að skemmta, sko. Gerði bara það sem manni datt í hug, manni fannst eitthvað fyndið, eitthvað skemmtilegt. Svona, þess vegna fórum við svona vítt í alla tegundir af því bara okkur fannst það svo gaman. Við vorum bara svona, hvað ég að segja, svona á sjálfsátið þannig á þessum tíma og bara skemmtum okkur manna best að fíblast og taka alls konar lög og breyta textanum í einhverju vitleysu. Ímyndum okkur til dæmis að veri gefið út í dag lag, væntanlega gæslappa, eins og Haraldur og Ingibjörg. Já. Hvernig heldur að fólki yrði við, sko, og núna fer maður nokkur ára aftur í tíman og hugsar þegar fólk setur plötun á fóninn og lagið Haraldur og Ingibjörg kemur upp. Hvað, hérna? Ég veit það ekki, ég hugsa að gangi bara ekki, sko. Ég get svarið það.
ekki í þessum tíðaranda sko. Var okkar þetta ekkert, var þetta ekkert skrítið þegar þeir Nei, kom ekki til ykkar og sagði hvað að ykkur? Nei, ekki með þetta lag reyndar sko. Það var fólk hneykslaðist á öðrum lögum sko. Já, eins og það var til dæmis í gamla daga, það var svona, við vorum með svona blueslag þar sem saxilæknir var að skera upp sjúkling og það heyrðust bara ópinu öskrun í honum en það var svona, hann var eiginlega jazzsöngvari sko, eða bluessöngvari öskrin í honum og hann svona öskraði í takt við músíkinn og í tóntegund og allt og það var kona sem var mjög hneyksluð og fór með þetta í blöðum bara og það var ósmekklegt grín hjá Hallanat og Gísla Rúnar, þetta var fyrsta platan Láttu sem ekkert sé og ef maður hlustar á þetta í dag þá held ég að fólk bara hristi hausinn og segi hvað voru þeir að hugsa, á hverju voru þeir? Á hvað efni voru þeir? Já, á hvað efni voru þeir? Við vorum bara á þessu vennilega, bara gamla viskiði bara. Viski Nýmark og Lýsi? Já.